Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Mikið svakalega er gaman að sjá allt nýja fólkið í Facebook-hópnum. Ef að þú ert á Facebook þá hvet ég til þess að finna með lífið í lúkunum hlaðvarp. Ég set nefnilega stundum þættina aðeins fyrr þar inn og leyfi ykkur að fylgjast með hverjir eru að koma til mig í viðtal eða hverjir voru í viðtali og svona. Þannig að það er alltaf gaman að skapa svona skemmtilegt samfélag. Og svo náttúrulega hvet ég ykkur auðvitað til þess að fylgja mér líka á Instagram, Heilsuerla. En í dag fekk ég til mín alveg frábæran gest og ég veit að margir eru búin að vera að bíða eftir þessum þætti. En hún kom til mín, hún Sigríður Björnsdóttir sem er innkirtla- og efnaskiptalæknir og er með heimasíðuna beinheilsa.is sem ég hvet alla til þess að kíkja á því þar er hægt að nálgast fræðslu og ráðleggingar, æfingarmyndbönd. Kíkið endilega á það því að beinheilsan er eins og þið munið átt ykkur á eftir þetta viðtal. Skiptir gríðarlega miklu máli og er svolítið svona bara gleymist. Já, kannski orðið sem ég ætla að leita að. En við ræddum þá náttúrulega auðvitað beinheilsu og hvað beinþéttni er, hvað ákvarðar beinþéttni okkar, hvers vegna við töpum beinþéttni í kringum tíðahvörf við konur sérstaklega. Við ræddum líka hinn þöglasjúkdóm sem beinþynning er og hvað við getum gert með lífstíl okkar til þess að fyrirbyggja eða allavega snúa við þeirri þróun. Við ræðum líka áhrif ofþjálfunar, ádröskunar og þyngdarstjórnunar aðgerða og lyfja á beinheilsu okkar. Og hversu mikilvægt það er að reyna að koma í veg fyrir að beinþéttni okkar minnki til þess að tryggja bara almenna heilsu og góð og sterk bein alla ævi. Þetta er algjör veisla framundan. En áður en við vindum okkur í spjallið þá verð ég auðvitað að þakka samstarfsaðilunum mínum sem ég er svo óendanlega þakklát fyrir að hafa verið með mér á hliðarlínunni í allan þennan tíma. En þetta eru Virkja, markþjálfarskóli, sem er með heimasíðuna virkja.is og bara gjörbreytti mínu lífi og sín á alls konar. Síðan er það Heilsuhillan og heilsuvara mánaðarins er Nutrileng og við Sigríður ræðum mitt aðeins Nutrileng í lok þáttarins. Svo er það Þín fegurð sem er snyrtistofa á annarri hæð í Firðinum í Hafnarfirði. Og svo er það Spíran sem er dásamlegur veitingastaður í Garðheimum við Álfabakka í Reykjavík. Og ég hvet þig til þess að fá þér heilsusalat, Heilsuerlu, næst þegar þú kíkir þangað. En við skulum bara vinda okkur í viðtali. Gjörðu þið svo vel. Gestur minn í dag er hún Sigríður Björnsdóttir sem er innkirtla- og efnaskiptalæknir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk kærlega fyrir. Mér finnst svona beinheilsa einhvern veginn búið að vera svona koma fyrir í alls konar viðtölum hjá mér en við höfum aldrei skilgreint það eða farið eitthvað djúpt í það þannig að ég er svo spennt að heyra aðeins meira það. Já. Þannig að kannski ef við byrjum að samt að kynnast þér aðeins fyrst og áður en við förum beint í beinheilsuna og hvernig þú endaðir að því hafa áhuga á þessu. Já. Og takk fyrir að bjóða mér og sýnir svo áhuga, það er svolítið gaman. Já. Sko, já, maður veit hvað er að byrja. Ég sem sagt, kannski áhugin á beinunum byrjuðu þegar ég var sem sagt bara aðstoðar deildarlæknir hérna á Landspítalanum og oftast er náttúrulega kannski maður fá bara ekstra mikinn áhuga ef það er einhver áhugasamur í kringum mann. Og þá var ég sem sagt að vinna og ég man alltaf eftir ég var með eitthvað sjúkling og þá var Björn Guðbjörnsson sem er gigtalæknir. Hann var mjög sem sagt öflugur í beinunum og beinþynningu og ég man alltaf eftir, þú veist, ef ég leitaði ráða hjá honum þá kom hann strax og útskýrði bara fyrir hvernig væri og þá ég bara, vá, þetta er svo spennandi, þetta er rosalega áhugavert, sko. Og svo bara, já, mér fannst þetta, þú veist, þetta var svona áhugavert með hvað væri hægt að gera mikið og forvarnir og slíkt, sko. Svo sem sagt fer ég til Karolinska í framhaldsnám og flytt þangað
Og þá var ég bara svo heppin að þá var sem sagt sænsk kona, læknir, sem var bara algjör gúrú innan sem sagt beinþynningar og beinasjúkdóma og hún varð pínlítið bara svona sænska mamma mín, sko. Já, Þú veist, hún tók bara svona ástfóstri og við erum bara góðar vinkonur og hún bara einhvern veginn svona ég Sá að þú hafði áhuga. hafði áhuga og svona bara dró mig inn í þetta og einhvern veginn eins og oft í lífinu þá bara eitt lita öðru, þú veist, kannski pílítið svona tilviljum háð og svo bara þróaðist þetta, sem sagt að þegar ég var að vinna á Karolinska þá sem sagt hérna auðvitað vann ég innan allra svona hérna ég var að vinna með alls konar innan alla sjúkdóma sem að tilheyra sem sagt innkirtlasjúkdómum en var svolítið mikið sem sagt líka bara í beinunum og hafði svona sérstakan áhuga að svona grafa mig aðeins dýpra ofan í það. Og hvað er beinheilsa? Beinheilsa er í rauninni bara huga að beinunum. Það er kannski svolítið svoleiðis. Og það er kannski eitthvað sem við höfum ekkert hugsað neitt sérstaklega bara beinagrindi ber okkur uppi og við þurfum ekkert mikið, við þurfum bara áfram gakk og svo bara göngum við, sko. En sem sagt, við getum verið með bæði mjög þunn bein án þess að vita af því og svo er svona annað sem alls sjaldgæfara, þú veist að maður getur verið með ýmsa svona sjúkdóma í beinunum sem betur fyrir það ekki algengt, sko. En það sem er kannski algengast er það að beinin séu kannski þunn og að þau geta allt í einu fara að brotna við lítið álag. Og hvað er það sem hefur þá áhrif á það að þau verða þunn? Eða getum við fæðst bara með sterk bein eða? Já, sko, það sem hefur áhrif á beinþétnina vegna þess að þegar við erum börn og unglingar þá erum við alltaf að auka beinþétnina og karlmenn og strákar eru með meiri eða sterkari meiri beinþétni og sterkari bein heldur en við konur og það er vegna þess að þeir eru með stærri bein og þeir eru með svona breiðari bein þannig að beinþétnin verður meiri hjá þeim og þegar við erum börn og unglingar þá erum við alltaf að auka beinþétnina jafnt og þétt þar til við erum sirka 22 ára gömul þá náum við því sem heitir hámarksbeinþétni og það er bara hæsta beinþétni sem við munum ná allt okkar líf og það sem að ákvarða hversu hátt við förum í áskalanum þegar við ná okkar hámarksbeinþétni að það er annars vegar bara genin, það eru erfðirnar og þau ráða alveg 60% hversu þétt beinin verða þarna og svo eru umhverfisáhrif og umhverfisáhrif sem er sirka 40% og þau geta verið til dæmis ef að maður fær ekki nægilega góða næringu eða átraskanir, krónískir sjúkdómar, ef maður þarf að vera lyfjum sem hafa neikvæð áhrif á beinin og svo framvegis, bara langur listi. Og þarna, þegar við erum cirka 22 ára, að þá erum við náttúrulega bara svolítið svona ung og ódauðleg og við erum ekkert að hugsa þetta, við erum aðalega að hugsa bara svona útlitslega, hvað skiptir máli, hvernig við lítum út og svona, en þarna skiptir nefnilega svo miklu máli inn í bank. Nákvæmlega, bara næringin og hreyfingin og við séum svona bara, með bara góða heilsu, sko. Og sérstaklega mikið einmitt bara fyrir stelpur á þessum aldri, þú veist að það sé allt í lagi með blæðingarnar því þær verða með östrogen, því östrogen, hormónu östrogen er svo svakalega mikið fyrir beinin. Og síðan verður bara þannig að við viðhöldum svona svipari beinþétni frá þessum aldri og svo þegar konur koma eða fara inn í tíðakvörð sem er meðalaldurinn er 50 ára og östrogenu fyrir að fara niður að þá tapar maður hratt beinþétninni og svo eftir því sem við verðum eldri, bæði karlar og konur, að þá smá saman svona lækkar þetta. Og þá náttúrulega skiptir svo miklu máli bara allt, þú veist, það er svo margt sem við getum haft áhrif á þetta. Sko, þú talaði til dæmis næringu og hreyfingu. Það við erum bara að hugsa núna unga einstaklinga, þeir eru að leggja inn í bankann. Hvaða er einhver hreyfing betri en önnur, einhver næring betri en önnur? Já, sko það sem hefur verið sýnt fram á hvað varðar að þétta beinina, því það er svo mikið sem við getum haft áhrif á, að þá virðist vera að allt sem að veitir svona högg á beinin, þú veist að hoppa og sippa
jeppa, að það þéttir beinin, það er mjög gott, þú veist. Og beinin nefnilega og beinagrindina, því maður hugsa stundum sko þegar maður er fullvaxta og maður er búin að, maður verður ekki lengri, maður bara komið fulla lengd, að þá bara standa allt í stað, en það er ekki svoleiðis. Að því að beinin eru lifandi vefur, þú veist, það er alltaf verið að byggja upp og brjóta niður og það myndast svona litlar hólur í beinagrindinni og svo þurfa frumunar að koma og fylla á. Og þannig er það, sem sagt, ef að þú og ég, þú veist, færum í hérna hálfmaraþon eða myndum reyna mikið á okkur eða röska fjallgöngu eða hvað sem er, sko, að þá getum við fundið að við verðum svolítið aumar á eftir og það er út af því að, þú veist, beinin eru bara að vinna að reyna að fylla í þessar litlu hólur sem myndast, en við kannski brotnum ekki af því að við erum með heilbrigð bein sem eru bara í rauninni bara endur mynda það sem að fóra, eða þú veist, þessar hólur sem mynduðust. Og það sem að hérna við getum gert, sem sagt, er með að reyna bara að þétta með svona höggum og svo skiptir mjög miklu máli að gera æfingar með mótstöðu. Þú veist, eins og bara styrtaræfingar, nákvæmlega, ef við erum að lyfta lóðum eða eigin þyngd eða hvað sem er. Það skiptir mjög miklu máli og síðan sem sagt að æfa jafnvægið og þá skiptir svo miklu máli að æfa það allt lífið af því að það er svo margir þegar ég er að fá til mig sjúklinga og ég fer að tala um jafnvægið að það er svo margir sem segja nei, ég er með svo fínt jafnvægi, þú veist, ég þarf ekkert að æfa það. Og svo segir maður bara, heyrðu, en þetta er eitthvað sem við þurfum að æfa til að viðhalda. Og fyrirbyggja líka kannski. Nákvæmlega. Af því að beinbrotin þau náttúrulega verða yfirleitt ekki nema maður detti, það er oftast svoleiðis, sko. Og þá er svo mikið þetta, við munum öll hrasa, það verður bara þannig. Og ef við erum með gott jafnvægi og búin að bara æfa upp gott jafnvægi, þá minni líkur þegar við hrössum að við dettum. Þá er meiri líkur að líkaminn muni rétta af og þá bara náum við að halda okkur á jafnsléttu. Hvað er það í, þú veist, að lyfta með mótstöðu? Ég veit að vöðvarnir náttúrulega toga í beinina þegar þeir eru föstir. Er það? Hvað er það sem, hvernig styrkja þeir beinin? Sko, það er eiginlega tvenns konar með styrktarþjálfun. Það er annars vegar að þá verður þetta sem er kallað á ensku svona remodeling, þú veist, að það verður svona enduruppbygging. Þannig að þegar maður er með mótstöðu, að þá maður svolítið bara örva frumurnar sem eru bara að fylla upp í hólurnar, sko, það gerist. Og hitt er svo bara að þú ert að styrkja vöðvana sem að halda við allt, sko. Og sterkari vöðvar, náttúrulega, þú veist, halda betur við beinin og líka minni líkur náttúrulega við dettum. Þannig að, þú veist, það er svo margir þættir sem hafa áhrif þarna. Og við kannski, maður hefur séð, sko, það er búið að skoða þetta í svona rannsóknum og við erum kannski að auka beinþéttina þú veist, kannski milli 3–5%, það er ekki, náttúrulega ekki eins mikið eins og við gerum við svona beinvendandi lyfjum. En hins vegar er bara ávinningur svo mikill að öðru leyti, það er svo margt annað þarna í kring sem við erum að vinna. Og það er með þetta með bara, þú veist, að vöðvarnir halda betur við beinin og við fáum betra jafnvægi. Plús bara heilaheilsan verður betra og langlífi og núna er bara verið að sýna fram á í rauninni bara tengsl við, þú veist, bara því stærri og meiri vöðvar sem hefur, hvað það hefur sterk tengsl við allt annað, bara hjarta- og æðasjúkdóma, lengri líf og svo framvegis. Þannig að það er sagt, svo mikilvægt að hérna, við fáum bara huga að líka öllum öðrum þáttum. En eins og með næringuna, þú veist, það er alltaf að tala um kalk, það sem er mikilvægt fyrir beinin. Er eitthvað annað sem er svona sérstaklega mikilvægt í næringunni? Sko, þú veist, kannski maður tengir kalki við beini vegna þess að við vitum að beinin eru, þú veist, uppstæðar það bara búin til úr kalki og svo fósfati og svo er sem sagt eitt prótein sem heitir kollagens, það er svona uppstæðan, það er svona byggingarsteinandir í beinunum, getur maður sagt. En ef maður hugsa um næringu, þá skiptir náttúrulega bara almenn góð næring bara mjög miklu máli fyrir beinin. Það er það sem er aðalmálið. En sem sagt, þetta er eins og í öllu með heilsuna, að það er kannski að halda bara góðu jafnvægi í næringunni. Það er kannski ekki eitthvað eitt sem við þurfum náttúrulega að fá kalk vegna þess að ef það skortir. Og fá næringu líka. Nákvæmlega næða næringu og líka að fá góða næringu. Og ég sé þetta kannski kemur best fram að ef að fólk fer í svona eins og þyngdarstjórnuna aðgerðir eða léttist snögglega út af þyngdarstjórnulyfjum, að þá fer það beint í beinin.
þú veist, það verður beint áhrif á beinþétnina. Hún minnkar. Hún minnkar. Þannig að ég hef verið með, þú veist, einstaklingar sem hafa farið svona þyngdarstjórnunar aðgerð, lést kannski 40-50 kíló og þá sér maður svo mikla breytingu á sem sagt bara beinþétninni á stuttum tíma. Af hverju gerist það? Það verður sko langlíklegasta skýringin, það getur verið margir þættir, en líklegasta skýringin að það verður pínlítið bara svo sjokk fyrir beinin. Af því að líkaminn bara svo háður svona jafnvægi, hómeóstasa, þú veist, það sé alltaf jafnvægi á öllu og honum líður best þegar jafnvægi og þá verður líka svona betri hormónastarfsemi og bara, já, frumunum líður betur eða jafnvægi. Sigla lygnan sjó. Akkurat, nákvæmlega eins og bara lífið okkur líður líka best svoleiðis. En ef það verður, sem sagt, ef að verður pínulítið, það verður breyting á öllu, svo allt í einu verður bara sjokk, þú veist, það verður bara þannig, sem sagt, að við getum ekki frásogast mikið stein, við fáum ekki jafnmikla næringu, svo líka með fara ekki jafnmikla næringu svo fekk áður, það er kannski erfiðara að frásoga að fá þessi, þú veist, D-vítamín og B12-vítamín og svona lífsnauðsynleg vítamín sem við þurfum á að halda og þá bara allt í einu verður ójafnvægi og það kemur svo sterkt fram í beinunum. Gerist það sama við þyngdarstjórnunarlyf? Það sem maður sér allavega með þyngdarstjórnarlyfin og það hefur verið mjög mikil umræða þetta vegna sem maður hefur svona hræddur að það geti haft neikvæð áhrif á bæði bein og vöðva og valdið svona sarkópeníu, haft slæm áhrif á vöðvana. Að það virðist allavega vera sko að þessi lyf sem eru með þessum GLP-analóg sem við mest nota núna, að þau virðast kannski ekki hafa skaðsemi per se á beinin, heldur meira sko afleiðingin af því að léttast hratt og mikið á stuttum tíma. Já, þetta ójafnvægi sem þetta ójafnvægi. Og þá virðist líka vera eins og það gerist mest í byrjun, strax eftir út búin að fara í aðgerða, strax eftir út byrjað. Ef það gerist eitthvað of hratt, þá líður ekki líkamanum vel. Og hvað geta einstaklega gert þá sem að... Það sko, það náttúrulega kannski fyrst auðvitað að vera pínlítið svona meðvitar þetta, vita þetta, það fyrsta. Og svo náttúrulega líka þurfum við bara sem heilbrigðisstarfsfólk, þú veist, að vera upplýsa sjúklingana þetta, til einmitt að gera allt sem maður getur til að fyrirbyggja og auðvitað það heilbrigða hvað varðar beinin myndi ekki léttast alveg eins hratt ef hraðinn var ekki jafn mikill þó að það sé auðvitað markmiðið, sko. En þá það kannski passa bara ekstra vel upp á næringuna og upp á kalkið og upp á D-vítamín og öll vítamínin og líka einmitt eins og með nú svo algengt að fólk sem að léttist hratt á þyngdarstjórnarlyfjunum sko, að það passi vel upp á að gera æfingar, þú veist, nota vöðvana og maður sé ekki bara að sitja í sófunum og sprauta lyf heldur einmitt að maður passi vel upp á, þú veist, að maður sé ekki að tapa vöðvamassa eða þetta hafi neikvæð áhrif á beinina eða vöðvana. Nei, af því að það náttúrulega hefur slæm áhrif til langstíma. Já, einmitt, algjörlega, já. En þú talaðir áðan beinþynningu og hún sé bara eðlileg í raun og veru, bara eftir þá 22 ára byrjum við þá bara smám saman að... Ekki eftir 22 ára þá viðhöldum við alveg sömu beinþétninni, en þegar östrogenið fer 50 sem meðal. Nei, en svo náttúrulega auðvitað ef eitthvað kemur upp á í lífinu, þá getur maður náttúrulega að fara niður í beinþétni. En í rauninni við tíðakvörð, þá verður svona stærsta breytingin og svo bara verður aldursbreytingin hjá okkur öllum, bæði körlum og konum, sko. Þess vegna kannski beinþynning algengari hjá konum, af því að út af östrogenið. Akkurat, nákvæmlega. Hvað gerir östrogenið fyrir beinin? Af hverju östrogen, af hverju það er svona mikilvægt? Östrogen mikilvægt fyrir eiginlega báða frumurnar. Þú veist að því við erum með frumur sem byggja upp bein sem heita osteoblastar, blasta upp beinin. Og svo erum við með frumur sem heita osteoklastar sem eru að brjóta niður bein og við þurfum líka þeim að halda en þegar verður ójafnvægi östrogen að halda jafnvægi, þessi jafn mikið af þessum blöstum sem að byggja upp beinin og svo sé ekki of mikið af þessum sem að brjóta niður, að þegar verður östrogeni fer, að þá allt í einu fara þessi bein niðurbrjótandi frumur að verða meira ráðandi og búa til meira af hólum og beinagrindin verður hólattari og þá getur hún orðið þynnri og þá fara beinin léttari sundur. Og maður finnur ekkert fyrir þessu, það er það sem af því að þess vegna talaði við beinþynningu sem hinn þögli sjúkdómur og það vegna þess að vera með beinþynningu, það gefur ekki nein einkenni.
þú veist, maður finnur ekki fyrir verkjum eða neinu slíku, en þú finnur fyrir afleiðingunni og það er beinbrotin. Það finnur maður fyrir, sko. Heldur betur. Því mann þú talaður hérna fyrirlestri að brotna væri svolítið eins og vera settur á varamannabekkin. Mér finnst það svolítið skemmtileg samlíking. Já, ekki satt. Því mann svolítið kippt út úr Man kippt út úr. öllu. Já, og það bara, þú veist, sama hvers konar broti að því að við skiptum brotunum, sko, annars fer ég svona sem kallast háorkubrot, sem að, þú veist, að allir geta brotnað og það eru brot sem að gerast við mikinn áverka, eins og bara eftir skíði eða það væri bílslys eða eitthvað svoleiðis, þá er, þú veist, þá kannski það er það mikil áorka, eða áverki að beinagrindi bara þolir það ekki og fer sundur. Og svo erum við að tala þessi lágorkubrot sem að gerast við bara lítið sem engan áverka og þá ætti maður að gruna að það sé eitthvað óeðlilegt. Það er eitthvað sem að beinagrindin ætti að klára. En dæmi það er til dæmis að ef að maður dettur í sama plani, þú veist, ef ég stæði á gólfinu og myndi svo detta fyrir fram að fá mjaðmabrot, þá ætti maður að hugsa, ok, þetta er nú eitthvað óeðlilegt, við þurfum kannski að kanna þetta nánar. Eða ef að kemur skyndilegur bakverkur bara við að lyfta þungum innkaupapokum, að þá geti það verið merki að það veri undirliggjandi samfallsbrot. Og það er þessi lágorkubrot sem að gerast við lítinn áverka. Þau getum við haft áhrif á, en svo getum við ekki haft áhrif á hinn brotin. Já. Hvernig getur haft áhrif á lágorkubrotin? Það er með því fyrsta lagi náttúrulega bara að reyna að greina þau, þú veist, sem fyrst, sko, greina þau. Og síðan í rauninni þeir sem að liggja lægst, þá þarf maður ofta að setja inn meðhöndlun. Og síðan náttúrulega bara upplýsa fólk allt sem að það getur gert sjálft. Í lífstíl þá? Já, með lífstílum. En þú talar beinverndandi lyf. Já. Mér finnst það svolítið áhugavert líka. Er það algengt? Að fólk þurfi þess? Já, að þurfi þau? Já, það er mjög algengt, sko. Og það er náttúrulega, það hefur sem betur fyrr, þá erum við bara í dag með fleiri lyf sem við höfum að velja á milli og þessi lyf sem við erum með í dag, þau hafa annars vegar virkni á þessari beinmyndandi frumur sem að byggja upp beinagrindina og svo er það hinn flokkurinn þau sem eru að hindra niðurbrot á beinunum, sko. Og það, þú veist, hvað maður velur fyrir hvern og einn fer algjörlega eftir hver er fyrir framamann, þú veist. Þannig að það fer eftir bara aldri einstaklingsins og maður verður að muna að þetta er ekki bara gamalt fólk, sko. Þetta er líka alveg ungt fólk sem getur verið með þunn bein. Það er fyrst og fremst eldri einstaklingar og fyrst og fremst eldri konur. En ef það er sterk ættasaga eða einhver undirliggjandi sjúkdómur eða annað, að þá getur það líka verið ungt fólk sem er fær beinþynningarbrot. Það kannski gleymist svolítið, já. Já, það getur alveg gleymst, sko. Og þá erum við með hvað við veljum og hvaða lyf við veljum, að þá er það svolítið eftir því bara hversu slæm beinþynningin er, hvar var brotið, hvort einhver aðri sjúkdómar og svo framvegis, sko. Og svo mikilvægt líka bara að passa upp á þegar fólk fer af þessi beinverndandi lyf, að það þetta fá nægilega mikið af kalki og þá legg ég svolítið áherslu á að fólk fá bara nægilega mikið kalki gegnum fæðu. Frekar heldur en taka kalktöflu, sko, vegna þess að það er svona betra og jafnar að fá það svolítið í gegnum fæðu. Sumir kannski náði ekki alveg og þá er hægt að bæta við kalktöflu en reyna að fá það í gegnum fæðuna og svo þurfum við D-vítamín á Íslandi. Já, einmitt, því sólin er náttúrulega ekkert hátt á lofti lengi. Nei, nákvæmlega. Nema núna, í dag allavega. Já. Nákvæmlega. En ég hjó líka eftir einni glærunni hjá þér á fyrirlestrinum að ég hef einhvern veginn haldið að Íslandingar, það er alltaf að tala um sér svo rosalega svona hraust þjóð og sterk og svona, en samt voru beinbrot, það var allavega að Ísland var mjög ofarlega í einhverju. Já, í algengi. Já, nákvæmlega. Mér finnst það svo áhugavert. Já, og við erum svona bara Norðurlandaþjóðirnar allar eru með hátt algengi á beinþynningu, beinþynningabrotum. Og við liggjum bara eftir Dönum, Danir hæstir og með mest algengi og svo komum við það eftir og svo koma Svíar og Finnar. Og skýringin á því, það er svona, þú veist, það verður alls konar vangaveltur, við vitum það ekki alveg hvers vegna, þú veist, við höfum meiri áhættu heldur en aðra þjóðir. En það er svona verið að velta fyrir sér, hvort að, þú veist, það getur verið að við erum bara með aðeins óhagstæðri gen, þú veist, genin okkar séu þannig. Það hefur líka komið upp, hvort það getur verið þannig að við
við erum öll frekar löng, við erum með hávaksin, að það sé verra ef maður detti að vera hávaksin heldur en hitt sko, hvort að það auki líkurnar að frekar að brotna og svo hefur verið talað að við fáum ekki svo mikið D-vitamin í gegnum húðina þannig að það getur verið óhagstætt, við séum kannski með lægra D-vitamin í gegnum lífi sem geta haft aðeins áhrif á í sambandi við svona beinþétnina. Þannig að það svo sem engin veit alveg hvers vegna en hins vegar hafa þetta verið svona vangavelturnar. Þannig að til þess að fyrirbyggja, eða það er kannski aldrei hægt að fyrirbyggja, en svona til að minnka líkur á beinþynningu, þá getum við alveg haft hellingsáhrif með lífstílnum okkar. Eins og þetta segja með því að hreyfa okkur, lyfta, hoppa og fá næga næringu og rétta. Er eitthvað annað í lífstílnum sem hefur áhrif á beinin? Sko, það er náttúrulega bara þetta er kannski aðalega með næringuna og hreyfinguna en svo kannski það er náttúrulega, þú veist, eins og sterar, lyf sem eru notað mjög mikið ef það eru bólgusjúkdómar, það getur verið, þú veist, liðbólgur eða það getur verið í meltingaveginn með slíkt og oft þarf því miður, þú veist, að gefa þessi lyf. Þau eru mjög skaðleg, sko, fyrir beinin. Þannig að maður náttúrulega reyna eins og í lengstu lög og hægt er að komast hjá því að nota lyf sem hafa neikvæð áhrif á, sko, beinin. Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli og svo líka ef það er eitthvað sem er þekkt svona undirliggjandi að þá náttúrulega er oft eitthvað sem maður getur leiðrétt sem að síðan þá veldur því, þú veist, að manna er aftur sömu beinþérna áður og dæmi það til dæmis að ég var úti með ungan strák sem að var með svona glútenóþol og nærðist það bara illa, maður alltaf með niðurgang og áhrif á meltingaveginn sko og svo þegar maður fundið út í því hvers vegna það væri og það var búið að leiðrétta það að þá sá maður að hans beinþéttni jókst sko. Annað var að ég var svolítið með konur sem að voru frá kannski eins og Sómalíu sem að hylja sig alveg og fá ekki neitt D-vitamin á húðina og þær voru komnar með svona eins og beinkröm út af því sko. Og svo ef maður var að reyna að hvetja þær bæði að taka D-vitamin eða þá að sitja út á svölum og reyna að fá pínla sól bara handleggina þó það væri ekki annað. Að þá gat maður séð þegar maður endurtók svo beinþétnina að það var búið að aukast mjög mikið á kannski ári eða slíku sko. Þannig að það skiptir mjög miklu máli líka að reyna að finna hvort það sé eitthvað svona afleidd beinþynning, eitthvað undirliggjandi sem við erum missa af sem við getum leiðrétt sko. Já. Og beinkröm er? Beinkröm er meira sem sagt ef það er búið að vera lágt D-vitamin eða D-vitamin skortur í langan tíma. Og þá veldur það því sérst í rauninni ef maður er með lágt D-vitamin að þá sérst frásómar ekki eins mikið að kalki gegnum þarmana og þá vantar kalk sem byggingarsteina, bara svo legokubba í beinagrindina og þar af leiðandi verða þau sérst bara þynnri út af því. Og leið og D-vitamin magni svo eykst í líkamlega þá tekum við eðlilegt magn af kalki inn og þá getum við fara að þétta aftur beinin. Og þetta er ótrúlega áhugavert. Og þú ert með rosa flotta síðu, beinheilsa.is og þar getur líka fólk fundið alls konar upplýsingar og fræðslu. Já, takk fyrir það, já. Við þetta var bara hugmynd sem að ég hafði haft svolítið lengi í maganum að reyna að setja bara allar upplýsingar á einn og sama staðinn. Og ég sá bara þegar ég var að hitta alla mína skjólstæðinga og ég var einmitt að þylja svona upp sko hvað er hægt að gera að þá sá ég alltaf augun eru svona stærri og stærri og svo hugsaði ég bara vá þegar þessi manneskja fer út frá mér, þá munur örugglega bara munur svona 30% af því sem ég er búin að segja. Svo ég sagði, hvað var nú gott ef við getum bara vísa á síðu og sagt hérna, svo ferðu bara inn á þessa síðu og þú getur skoðað þetta aðeins nánar. Og ég var að hugsa þetta mitt bara þegar ég var á Karolinska, þú veist, í Stokkhólmi, þá hafði ég svolítið áhuga og svo hugsaði, já, ok, kannski svo var bara fyllt á öðrum hlutum sem ég var að gera en svona vaknaði hugmynd þar og svo auðvitað alltaf auðveldar að gera þetta á sínu eigin tungumáli og líka bara það sem að sami svona, kúltúrin er og svona. Og svo talaði þetta við son minn sem að var í verkfræði í HR og var svolítið búinn að tala þetta heima og svo var eiginlega hann svona sem að bara ýtta maður sem bara, mamma, við bara kýlum á þetta, gerum þetta bara. Og hann svona, þú veist, var svona eiginlega svolítið
sá sem að kom þessu bara svolítið á stað og svo vorum við bara að vinna að þessu. Þetta tók náttúrulega svolítið tíma því bæði bara að setja þetta upp og í rauninni bara öll fræðslan og allt sem að við settum inn á hana. Og ég fekk bara til liðs við mig bæði íþróttafræðing, Lars sem er að vinna með mér upp í heilsuklassanum, Lars Jensen, frábær íþróttafræðingur. Og svo fekk ég Thelmu Rut Grímsdóttur sem er næringafræðingur. Og hún er hjá Melting og heilsu og er í Vestmannum og frænka mín. Þannig að þetta voru allir fjölskyldur voru teknir. Og svo var kærasta hans Björn Sandra, svona míns, hún sá að svona hönnun og setja þetta upp, sko. Og svo var Elín Sigurðardóttir íþróttafræðingur sem hefur verið að vinna með okkur upp í heilsuklassa. Hún var líka með okkur að gera síðuna. Og svo bara skiptum við aðeins á milli okkar og Thelmu Rut sá næringa hlutan og svo vorum við að gera vídeo, gerðum bara æfingar upp í heilsuklassa á laugardögum, mættum þangað og fengum bara fólk sem er hjá mér sem var tilbúið að taka þátt í þessu, ekkert smá frábært, sko, allir undir sjálfboðavinnu og bara brennandi áhuga að gera þetta, sko. Og þá settum við upp í rauninni svona æfingaprógram þar sem að við settum bara misþungar æfingar, bara sem voru léttar og miðlungs og aðeins erfiðar æfingar, þannig að það væri svona mismunandi stig og fólk gæti svolítið valið hvað það gerði, þannig að það myndi bara henda hverjum og einum og líka svolítið hugsa einmitt fyrir þá sem ekkert endilega að fara í líkamsræktina, þú veist, sem að kannski eru bara heima en þurfa kannski bara að fá pínlítið bara svona hugmyndir og aðstoð, hvað getum að gert? Að því að stundum bara, þú veist, vitum við eiginlega ekkert hvað við eigum að gera. Og þess vegna segi ég líka svo oft við fólk sem er að koma til mín og fólki finnst nefnilega svolítið sko eins og ef maður gerir eitthvað að maður þurfa að gera svo svakalega mikið. Akkurat. Að það sé ekki bara nóg að gera eitthvað smá sem að leggst saman og verður aðeins að stærri hlut, heldur þurfum við helst að vera mjög lengi að þessu og gera mikið og vera í mörgu. En það bara er ekki svoleiðis. Svolítið sér íslenskt líka. Það er svolítið sér íslenskt. Og þá þá er svo mikilvægt að bara byrja og það skiptir ekki neinu máli á hvað aldrei maður er. Þú veist, maður er aldrei of gamall að fara á stað, sko. Og þá er bara að gera litla hluti. Bara dugir korter 3 viku til að byrja með. Það er alveg nóg. Og reyna bara að hafa þetta sem fjölbreytast og reyna að hafa þetta skemmtilegt, eitthvað sem eru gaman af. Og svo bara bætir maður smá saman við. Og reyna þá að hafa bæði styrtaræfingar og jafnvægisæfingar og auðvitað á sama tíma er mjög gott að æfa þolið. Og það sem við vorum svona aðeins að sýna fram á líka með vídeónu var kannski að svona fara yfir bara hvað passa bara upp á stöðu og líkamannum. Mjög gott. Og ef að fólk er búið að fá samfallsbroti hrygg til dæmis, þú veist að passa að vera þá ekki bera mjög þungt fyrir ofan hrygginn, þannig að komist ekki fara ekki mikill þungi niður. En hvernig með hopp verið það fólk? Já, í rauninni það var bara svona, kannski náttúrulega ekki rétt eftir að maður nýbúin að fá samfallsbrot, þá bara líður maður svo illa í hryggnum og svoleiðis, sko. En auðvitað maður það bara svolítið aðlaga að hverjum og einum, sko. Eða bara labba upp tröppur, upp og niður tröppur eða eitthvað slíkt, sko. Þannig að það er hægt að finna eitthvað sem bara hendar hverjum og einum, sko. Og samfallsbroti hrygg, er það oft vegna beinþynningar? Jú, það er oft vegna beinþynningar. Það er oftast vegna beinþynningar, getur náttúrulega komið við meira áttarhögg, sko. En þá er rauninni bara hryggjarliðirnir fara að falla eða lækka og þá getur þú svolítið bæði, það allt í einu en maður ekki með sömu lengd eins og stendur í passanum. Maður fann að minnka. Akkurat, maður fann að lækka verulega og kemur oft fólki mjög mikið óvart, en ég var 1,76, já, eitthvað svoleiðis. Það er ástæðan, það er alltaf oft hert. Já, en það getur verið ein ástæða, svona alltaf bara þegar við eldumst, þá náttúrulega lækkar aðeins, en ef það er óeðlilega mikið lækkun, sko, þá ætti maður að gruna. En sér maður þá ekki bogið bak? Ekki kannski til að byrja með, en svo getur það komið þegar fer að bara afmyndast lögunin á hryggnum. Maður hefur einmitt, maður sér það frekar á eldra fólki. Já. Svo kannski, ekkert farið kannski yfir, en væri gaman aðeins að ræða, sko kostnað, fyrir heilbrigðiskerfið. Já. Ef fólk myndi í alvörunni fyrirbyggja þetta og hugsa betur beinheilsuna sína. Já. Þá myndi náttúrulega bæði beinn og óbeinn kostnaður minnka. En heldur þetta sé að kosta heilbrigðiskerfið mikið? Já, sko, ég held að, þú veist, ef við skoðum, við eigum
frekar gamlar tölur hversu algengt þetta á Íslandi. Að brotna. Að fá svona þess bein tengd, þessi lágorkubrot sem svona beinþynningarbrot sem við köllum. Og við eigum gögn sem sagt frá Hjartavernd sem eru síðan 2008 og þá var safnað saman og þeir sýndu fram á að líklegast eru kannski svona 1600 til 1800 beinbrot á ári sem má tengja til undirliggjandi beinþynningar. Wow. En sem sagt, ef við skoðum, ef við segjum og við höldum og við vitum að við erum með sama algengi eins og hinar Norðurlandaþjóðirnar, að þá til dæmis eru til mjög nýlegri tölur frá Svíþjóð. Þar sem sem sagt, það sirka 90.000 beinbrot á ári sem má rekja til undirliggjandi beinþynningar og þar búa 10 milljónir manna. Og ef við yfirfærum þessa tölu á Ísland, þá myndum við líklegast vera með kannski svona 3.500 brot, 3.000 til 3.500 brot á ári sem má rekja til beinþynningar. Þannig þetta er fjöldi, þetta er það. Og hitt sem sagt að það var gerð stór frönsk rannsókn sem tók þetta svolítið saman og skoðaði þá í rauninni hver bæði beinn og óbeinn kostnaður á þessum lágorkubrotum og þá var tekið sem sagt reiknað inn bæði lyfjameðferð, kostnað við að fara í aðgerð, að vera frá vinnu, sjúkraskrefur og hversu lengi og svo bara kostnað við að fara í endurhæfingu og svo framvegis. Og þá reiknuðu þeir að eftir 18 mánuði eftir brot, að þá kostar eitt mjaðmabrot sirka 3 milljónir íslenskar, eitt samfallsbrot í hrygg sirka 2 milljónir og svo 1 milljón svona framhandleggsbrotin. Wow. Þetta er alveg háar upphæðir. Já, þannig að þetta er mjög háar upphæðir, kostnaður er mikill. Sinnum 3.500 brot. Nákvæmlega, þannig að þetta kostar mikið samfélagið og svo vitum við líka þegar eldri einstaklingar að brotna þá þurfa þeir að fara inn á spítala, þeir þurfa að fara í aðgerð og þeir komast ekki heim. Og þá oftast þetta náttúrulega svolítið flöskuhálsa eins og við segjum, í heilbrigðiskerfinu, vegna þess að þetta þá líka að taka pláss fyrir aðra sem þyrftu að leggjast inn á spítalana því að þeir komast ekki áfram í endurhæfingu eða öldrunarheimilinu og svo framvegis. Þannig að þetta veldur álagi á heilbrigðiskerfið. En svo auðvitað það sem skiptir mestu máli, það er náttúrulega bara áhrifin á lífsgæðin, að því að eftir eitt brot að þá náttúrulega, verður kannski færnin ekki svo sama, fólk með verki, það verður hrætt, það kannski hættir að taka þátt svona félagslega í hluti sem það gerði áður, þannig að það getur, einangrast mjög mikið. En er það ekki líka rétt hjá mér að eftir aldraður einstaklingur brotnar, þá hvað sem er, kannski astnallt að orða þetta svona, en þá eru dánarlíkur meiri, eða skilur auknar dánarlíkur. Og það er alveg rétt, eins og þú segir, vegna þess að það er búið að sýna fram úr þess að eftir mjaðmarbrot að þá er 20% aukin dánarhætta og það er mjög líklegt, hún er hærri hjá karlmönnum heldur en konum, og þar eru vangavelturnar að, bæði að búin að brotna og þessi færni minnkar og svo líka bara, að fara í gegnum aðgerð, áhættan á fylgikvillum, að fá sýkingu og svo framvegis, Já, þannig að það er aukin dánarhætta. Og svo kannski eitt sem við glemdum að fara yfir, sem ég veit að hefur mikil áhrif á bein, ofþjálfun, annars vegar, og ádröskun hins vegar. Hvernig getur ofþjálfun haft áhrif á neikvæð áhrif á beinin? Já. Við byrjum þar. Mjög góð punktur. Já. Því að að því við vorum að tala um svona jafnvægi, okkur líður best þegar jafnvægi. Og líkaminn líður best þegar allt er jafnvægi, þá er sem sagt svona, það er bara betra jafnvægi á hormónum og vítamínum og öðrum, allt sem sagt svona bara virkar betur, getur maður sagt, allir ferlarnir. Og svoleiðis er líka með beinin. Að því að ef við þjösnust á beinunum, sem er ofþjálfun, og þau sem sagt fá ekki hvíld eða endurheimt á milli og þessar frumur sem að fylla á og hreinsa og svoleiðis, þær fá bara ekki tíma til að gera sitt verk, að þá náttúrulega er meiri áhætta að beinin fari bara sundur. Og þá erum við að fá svona sem kallast svona mígrösi, smá sprungur hér og þar, en þau kannski ekki fara ekki. En ef það ná ekki að fyllast á milli, þannig að við erum að bara þjálfa það mikið að við erum alltaf að nota beinagrindar á þjóstnastaáni, að þá fara þessi sprungur bara að verða stærri og stærri
og þá fara beinin að fara í sundur og þá fá þessi álagsbrot eða stressbrot. Já. Og ég sé svo aðeins að þessu líka, þú veist, fólk sem er búið og við vitum öll hvað gott að hreyfa sig og maður verður svolítið háður í því og maður finnst svo gott að halda áfram að geta hlaupið og gert það sem maður vanur að gera. Og þá hefur maður alltaf bara tilhneigingu til að kannski vilja að halda áfram þrátt fyrir að finna aðeins fyrir verki en maður þarf að hlusta á líkamann. Þú veist, maður þarf aðeins að gera, þú veist, að passa sig að gera ekki of mikið, þú veist, að gera upp á sársaukamörkum og að bakka og fara að finna fyrir ykkur að það sé að vera meira skada eftir mál. Og þá við svona þjálfun og mikla þjálfun, þá skiptir næringin svo svaklega miklu máli. Og þá sérstaklega hjá ungu fólki vegna þess að ef að það hefur áhrif á maður fyrir svona neikvæðan næringarbalans að jafnvægi skólanæringuna og þá það í rauninni þá upplifir líkaminn bara eins og sé svona krísu ástand, bara stríðsástand í líkamanum og það fyrsta sem hann gerir það að reyna að spara orku og þá getur hann að spara orku með því að hafa áhrif á heiladingulinn sem hefur áhrif á öll hormónin og þá slekkur hann á kynhormónunum og þá hættir östrogenið, þú veist, að framleiðast, þá ekkert sem að örva eggjastokkan að mynda östrogenið og þetta líka búið að sýna fram á að þetta getur haft áhrif á testosterón hjá körlum, sko, bara ekki eins mikið talað það, sko. Þannig að hafa við ofþjálfun ef að það bæði vannæring eða ekki nægileg næring og líka orðið skortur östrogenu þegar blæðingarnar hættar, það ekki góð samsetning, þá bara mikil hætta að maður tapi mikið beinmassa og að maður getur fengið afleiðingu af því. Já. En það hægt að byggja hann aftur upp? Þá skiptir miklu máli, að reyna að fá það mikla næringu, að þetta gangi tilbaka og líkaminn fara sjálfu sér á stað með östrogenu og blæðingar, það mikilvægast. Ef þetta gerist ekki, þá stundu þarf maður að gefa bara östrogen og þá er best að gera að gefa svona östrogen og húð eða þannig, sko, stundu þarf að gera það. Bara eins og hormónu uppbót? Akkurat, eins og hormónu uppbót, sko. En best að gera þetta á náttúrulegan hátt, þú veist, að fá bara nægilega næringu og að beinin fá svolítið hvíld á milli. Það bara frábært að hreyfa sig og það eigum við að gera, það það sem við erum að hvetja. En við þurfum kannski líka bara að passa að við förum ekki offorsi, þú veist. Já. Og með ádröskuna þá það væntanlega í raun og veru það sama. Þetta bara vannæring. Já, nákvæmlega. Beinin bara ekki að fá það sem við þurfa. Akkurat. Vannæring og svo östrogen skortur. Já. Þetta eiginlega bara sama. Já. Bara svona ólíkt. En svo spyr ég líka alla sem koma til mín, hvað heilsa? Því mér finnst svo gaman að heyra mismunandi svör. Já, þetta mjög góð spurning. Það er margar skilgreiningar því, hvað heilsa? Já, bara hvað hún fyrir þér? Akkurat, fyrir mér verð ég að segja að mér finnst eiginlega góð heilsa ef að maður í bara góðu andlegu og líkamlegu jafnvægi. Það eiginlega góð heilsa, þannig líður mér best. Og hvernig heldur þú þér í þessu jafnvægi? Heyrðu, það sem að ég geri, ég byrjaði að hlaupa þegar ég bjó úti í Stokkhólmi og það bara hluti af mínum lífstíl að hlaupa. Ég hvorki hleyp hratt, né hleyp ég ekki að taka þátt í maraþoni eða endilega, þú veist, að ég ekki að keppa í hlaupum, sko. Ég að gera þetta bara því líður svo svakalega vel í hlaupunum og ég finn alveg sjálf mér hvað ég verið að háð þessu. Þú veist, ef ég ekki búin að hlaupa í ykkur tíma þá bara finn ég hvernig svona pirringurinn vex, sko, innan með mér. Þannig að hlaupin fyrir mér svolítið svona losa út, sko. Þannig að ég hleyp nokkrum sinnum í viku og mér líður rosa vel. Og þá hlusta ég podcast. Já, eitthvað uppbyggilegt, sko. Þannig ég elska að fara út að hlaupa. Og svo hef ég stundað jóga í svolítinn tíma, í nokkur ár. Og það sem að ég elska jóga líka og ég hef stundað þá bara svona mismunandi jóga, allt frá bara svona miklu styrtari jóga, það sem að maður að nota bara eigin líkamsþyngd til að hafa mótstöðuna og líka bara öndun og slökun og ég finn það svo í erli dagsins, þegar maður að vinna mikið og höfuðið alveg á yfirsnúningi, hvað gott að komast í jóga og maður bara horfir á plönturnar, það engin sími, það engin sem maður bara jóga dýnunni sinni og maður bara ná endurheimt, maður bara núllstilla sig. Þetta besta sem ég geri.
Og svo ég núna farin að verða svona duglegri að því að það þýðir ekki að vera svona duglegri að segja einhverjum öðrum hvernig maður að gera. Maður þarf að passa að maður sé nú að gera þetta sjálfur sem maður er að ráðleggja öðrum. Þannig að nú ég að gera meira og meira því að passa upp á að gera líka styrktaræfingar reglulega. Já. Ég svona, og gera þetta svona markvisst. Ég fekk alveg heyra frá syni mínum sem var að æfa með mér sko bara hvað ert að gera mamma, þú verður að gera þetta markvissara, byrja bara að gera efri búkinu og svo bara neðri, ekki gera bara eitthvað út í lofti sko, þannig að ég er svona að reyna að taka mig á að gera svona markvissara styrktaræfingar líka. En samt alltaf eitthvað betur en ekkert líka. Nákvæmlega, það er það sem ég nákvæmlega hugsa, já, akkurat, fara bara í smá tíma frekar heldur en að gera ekkert, já. Nákvæmlega. Ég held sko að við séum búin að ræða svona það helsta allavega sem að spurningarna sem vöknuðu hjá mér og það sem mig grunar að hlustendur myndi vilja heyra. En er eitthvað sem að ég er að gleyma að spyrja? Eða eitthvað sem þið finnst mikilvægt að koma til skila? Varðandi beinheilsu eða lífsstílstengt eitthvað eða? Nei, ég held að sko við séum kannski búin að tala það mesta. Ég held að það sé kannski meira einmitt bara mér er svo gaman að fólk er svona orðið meira meðvitað líka beinin, af því að við erum duglega að hugsa kannski að koma okkur í gott form fyrir hjartað og passa upp á blóðþrýstinginn og allir vitum hátt kólesteról og svona sko. En það er kannski meira svona, það er svo margt sem að getur haft líka áhrif á að eiga góð og sterk bein, alla ævi, það er meira svoleiðis. Þannig að það kannski, og þá þarf maður bara eins og allt því fyrr sem maður byrjar að huga að því og bara fyrirbyggja og láta þetta verða bara af svona daglegri rútínu, það sé ekki neinn átök, maður þarf ekki að, maður þú verður, eitthvað svoleiðis heldur bara hafa gaman að því og þá er maður að fá ávinning líka á beinin, já. Eins og að standa öðrum fæti þegar maður er að bursta tennur og... Nákvæmlega, fara í sokkana öðrum fæti, þegar maður er að klæða sig í sokkana á morgnana. Það er bara óbeint að æfa jafnvægi. Þannig að... Fara á trampolín með krökkunum. Akkurat, óháð aldri. Algjörlega. Þannig að það er svo margt sem maður getur gert, sem maður getur bara bætt inn í. Af hverju ætli fólk hætti að hoppa? Það er, ætli sé bara hræðsla við að detta? Já, góð punktur. Með aldrinum hættir fólk að fara að hoppa? Já, það er mjög góð punktur. Ætli sé ekki mikið til það, sko. Fólk treystir sér ekki, að vantreystir sér eða einmitt er hrætt við að detta, sko. Já, en það kannski, í svona umhverfi, þar sem maður til þess að vera öruggan, þá kannski er allt til að prófa eða, já, algjörlega. Nema ef maður er með slæmt jafnvægi. Já, og mikla beinþynningu, þá hvað fólk þá að gera? Sko, þá að gera bara styrktaræfingar, bara nota alla mótstöðu sem hægt er, sko, og svo líka bara þarf ekkert endilega bara að hoppa, það getur verið rösk ganga eða, bara svona allt sem er með svolítið svona högg á beinin, sko, þannig að það getur líka verið alveg bara góð ganga, já, bara að gera það, sko, já, eða fara upp og niður tröppur eða eitthvað svona sem fara í himnastigann. Já, akkurat, nákvæmlega, góða punktur. Þannig að það er svo margt sem maður getur líka gert án þess að þurfi að sko bara hoppa, en það er bara þessi högg, svona aðeins högg á beinu sem er góð. Til þess að fá mótstöðuna. Akkurat, til að fá svona enduruppbyggingu. Ég ætla að hafa þetta í huga. Ég er mjög dugleg að lyfta lóðum, ég er að keppa í ólympískum lyftingum, en samt sko svona, maður er ekkert einhvern veginn beint að hoppa. Nei. En ég veit það ekki. En þú færður örugglega höggin á annan hátt, það held ég að, það sé engin. Af því að það þarf ekki beint að vera alltaf bara hopp, það er ekki svoleiðis, sko. Það þarf bara að vera svona högg á beinin, sko. Þannig að þú ert örugglega, alveg pottþétt að fá það. En ég er líka bara að hugsa fólk í kringum mig, fólk getur kannski farið að sippa 1 mínútu á dag eða 3 viku eða eitthvað skilur bara bæta því inn í eitthvað sem upphitun eða eitthvað. Algjörlega, góð punktur. Þannig að þetta sé svona verði bara hluti af, maður þurfi ekki alltaf að vera að hugsa. Algjörlega, mjög góð punktur. Það er ekki alltaf best. Já, algjörlega, mjög góð punktur. Nákvæmlega. Svo er ég með svona smá gjöf í lokin, það er Nutrileng. Þekkirðu það? Já, ég þekki það. Já, það er töluvert af fólki sem notar það. Já. Akkurat við liðverkjum. Já, ég hef neitt sko að því nú er ég að lyfta og þá hef ég fundið rosa mun á hnjánum. Já. Ef ég tek það ekki, þá finn ég munin. Já. En hvað er það svona helst sem að það er að gera þá í liðunum? Sko, nú hef ég ekki lesið nefn svona rannsóknir baka en eitt slíkt, sko, en sem sagt bara heyrt fólk sem hefur verið að taka það verðist svona, þið líður betur í liðunum, margir hverjir sem er kannski komið með aðeins svona slitbreytingar eða slíkt, sko. Já. Þannig að það verðist að það sé að gera, gagn fyrir marga. Algjörlega. Já. Og ég hugsa þetta sé, sko, Nutrileng er náttúrulega örugglega mikið að hafa svolítið áhrif á brjóski líka, já,
þannig að þú veist, það er svona, það er örugglega þess vegna Já, sem við fólk rættum alltaf ekkert brjósk. Nei, en það er að Það er annar þáttur, nei. akkurat, það er að hafa áhrif á, það er örugglega þess vegna sem fólk finnur svona minni liðverki þegar að taka þetta, út af því að þetta hefur svona jákvæð áhrif á brjóski, sko. Já, og svo er kollagen sem er eitt helsta uppbyggingaprótein líkamans og svo kalk sem er náttúrulega Já, til að sem er viðhalda mikilvægt. eðlilegum Já, beinheilsu. já, nákvæmlega. Fyrir utan D-vitamin og C-vitamin. Er D-vitamin og C-vitamin Já. í því? Já, ok, ég vissi ekki að væri vítamin líka í, ok, nútilík, ok, áhugavert. Já, ok, ég held að væri bara bein svona áhrif á, sem sagt, brjóski, þetta væri meira svona Já. kollagen og Það er hýlurin í. greinlega áhrif á bein og brjóst. Já, ok, áhugavert, já, já. Takk hérlega fyrir gjöfina. Já. Njóttu. Takk fyrir. En Já. þá ætla ég bara að segja takk enn og aftur fyrir að gefa þér tíma Takk fyrir. fyrir þetta og mér finnst eins og þú sagðir að beinheilsan er eitthvað sem fólk er ekki endilega að fara að hugsa fyrr en það sko þarf að fara að hugsa það, þú Já. veist, fyrr en það er eitthvað að. Já, Það gleymist þessi fyrirbygging. nákvæmlega. Þannig að mér er svolítið mikilvægt að koma að því að. Já, bara takk fyrir að sýna svo áhuga og takk fyrir þín frábæru podcast. Æ, takk fyrir og gangið þér vel. Takk fyrir, takk. Og svona í blá lokin þá ætla ég bara að þakka þér, kæri hlustandi, fyrir að gefa þér tíma til þess að hlusta á hlaðvarpið. Og ef þér líkaði þátturinn, þá þætti mér vænt um þú myndir deilunum áfram á þá sem að hafa gagn og gaman að og jafnvel bara deila hlaðvarpinu öllu. Og ef þú ert ekki nú þegar að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða hvar sem þú ert að hlusta, þá hvet ég til þess að því að þá færðu tilkynningu um leið og nýr þáttur dettur í loftið. Þangað til næst, hafið það gott!